Frekar erfitt að halda því fram vegna þess að það sem gerðist á síðustu árum 20. aldarinnar var það að nýfrjálshyggjan var algjörlega ríkjandi hugmyndakerfi. Hún var ekki bara stefna Sjálfstæðisflokksins og aðra hægri flokka, heldur smaug hún inn í verkalýðshreyfinguna og arftaka hinna sósíalísku flokka. Þeir trúðu því að það væri raunverulega ekki annað hægt en að byggja á kapítalismanum og byggja á kenningum nýfrjálshyggjunnar að fyrst þyrftu fyrirtækjunum að líða vel, þau þyrftu að búa við skattaumhverfi þannig að þeim líði vel, þau þyrftu að búa við reglugerðarumhverfi þannig að þeim líði vel sem að þýðir raunverulega ekkert reglugerðarumhverfi og þetta var eiginlega eina leiðin til þess að ná út úr samfélaginu eins miklum krafti, eins miklu framleiðslu og eins mikli orku til þess að hægt var að byggja upp réttlátt samfélag. Það verið síðan bara hlutverk sósíalistana eða gömlu arftaka sósíalistana að deila út gæðunum sem að kapítalismin skilaði af sér. Þetta reyndist vera tóm vitleysa. Kapítalismin þannig að hann sogar allt til sín sjálfur. Hann tekur öll verðmætin til sín sjálfur, hann tekur alla orkuna til sín sjálfur og það verður ekki til skiptana fyrir hina. Það sorglega við nýfrjálshyggjuna að þeir sem að kannski drifa hana áfram voru ekki bara hægrimenninni sem héldu kenningum hennar harðast á lofti, heldur ekki síður vinstrimenninir sem að lögðu niður vopnin í baráttunni við kapítalismann og verkalýðshreyfingin sem að hætta að trúa á stéttabaráttuna og að knýja áfram stéttabaráttu byggð á þörfum hinna versettu og þetta það sorglega. Stéttastríðið hélt áfram og kapítalistarnir unnu vegna þess að verkalýðurinn, almenningur í landinu lagði niður vopnin og síðan hefur kapítalistarnir stjórnað öllu því sem þeir vilja gera, tekið allt sem þeir vilja taka. Við búum ekki við lýðræði, við búum við svokallað auðræði, þar sem að þeir sem eiga peningana stjórna öllu.